Ég 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið mann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn spegill sálar þinnar. Okay. Heyrðu, það komið að fyrstu bók. Ok, hvaða bók ertu með handa mér? Bókin Og spurt að vanda, á ég að geymina eða á ég að hendinni? Sko, bókin heitir, býtu, leið mér að segja fyrst. Já. Ég kem með þessa bók af því að ég og Steina fórum í hádegismat til góðrar vinkonu okkar í gær. Sem að þessi bók Sko, þetta bókin She is my sweetheart for 50 years. Eftir sem að Tómas Tómasson, eiginmaður Tótu Sveins. Sko, þetta einhver fegursta ástarjátning sem ég hef séð. Þetta sem sagt ljósmyndabók, hann náttúrulega auglýsingagerðarmaður og bara mikill svona listamaður í prentverki og framsetningu, hann Tommi. Og Þórunn Tóta náttúrulega myndlistakona, hún skúlptúristi og hún hefur búið til alveg ótrúleg verk, textílverk og raunverulega allt sem hún snertir verður að list. Þegar þau áttu sem sagt gullbrúðkaup, þá var Tommi búinn að búa til þessa bók sem sem sagt ljósmyndir af henni og ljósmyndir af verkunum hennar. Og bókinni fylgir playlisti sem þetta að hlusta á Spotify og sko með músíkinni sem þau hafa verið að hlusta á í gegnum allt sitt hjónaband og þetta einhver fegursta ástarjátning sem ég hef séð frá karlmanni til konu í myndmáli. Þú veist, þarna hún á öllum aldurskeiðum, hún að vinna verkin sín og bara einhvern veginn hvernig hann fangar hennar persónuleik og við fáum að sjá hana með hans augum og svo auðvitað verkin hennar líka. Þú veist, ég bara var heilt kvöld að skoða hana þegar ég fékk þessa bók og ég hugsaði bara, vá hvað það fallegt að geta, þú veist, að leyfa sér að búa til svona listaverk þann sem maður elskar. Já. Dóra, langar að gera eitthvað sem þú voru aldrei gert áður? Já, ég alveg til í það. Ertu til í að koma í svona leyniklúbb? Já, sem heitir? Beauty klúbburinn. Oh my god, ekki til í þetta? Heyrðu, ég veit hvað það að tala. Við erum að tala að ég tilbúin að breytast og betrast. Nákvæmlega. Beauty klúbburinn. Hún heitir svona Þórunn Elísabet Sveinsdóttir og hún hefur unnið með okkur Steinu báðum í leikhúsinu og þegar ég eignast Steineyju kom að þessum tímapunkti að Steiney byrja að borða. Tóta kenndi mér að elda sem sagt heimagerðan barnamat. Bara sem sagt ég skar niður eplin og allt. Ég keypti aldrei mauk í krukkum, heldur bjó ég til maukað allt heima. Það Tóta sem kendi mér. Ég man eftir því þú varst að þessu, ég hélt að vera sko algjörlega geðveik. Já, ég var náttúrulega pinku geðveik því ég vildi hafa allt hreint. Og ég var náttúrulega hægt að láta sig. Langt og undan þinni samtíð. Við erum að tala fyrir meira en 30 árum síðan. Já, Steiney 34. Já, einmitt. Þannig að ég var líka ekki að nota sjampó og eitthvað svona, þú veist að ég vildi að Steiney myndi. Ég hafði mjög miklar áhyggjur af þér á því tímabili. Ég hugsaði bara í alvöru, Dóra, þú veist, þetta nota ekki sjampó. Aldrei lita hárið á mér. Ok með barnamatinn, en þetta nota ekki sjampó. Ég var ekki alveg að kaupa þetta. En það Tóta og þegar við sátum með henni í gær, þá hugsaði bara, vá hvað hún hefur verið gjöful í gegnum tíðina, því að svo ræði ég mig sem kokk í leiklistarskólan. Ég hugsaði, já, það got að ég ræði mig sem kokk, því þá neyðist ég til að læra að elda mat. Þannig ég ræði mig í vinnu sem kokkur til að læra að elda mat. Býtu, ég þarf aðeins að stoppa þig hérna. Nú var alltaf alveg brjálæðislega góður matur heima hjá þér þegar við vorum stelpur. Og ég náttúrulega gerði mér farin að reyna að vera í mat hjá þér. Já, og allir alltaf velkomnir í mat. Já, allir alltaf velkomnir, alveg ótrúlega gaman með mataborðið heima hjá þér. Það var hins vegar alltaf alveg rosalega vondur matur heima hjá mér, þannig að mér fannst mjög gott að bjóða sjálfur mér í mat heima hjá þér. Já, enda mamma þín ekki með lyktarskyn og bragðskyn, þannig að hún hafði engan áhuga á mat. Nei, ég veit það, hún borðaði bara til að draga fram lífið, það var það allt og sem. En
Kenndi mamma þér ekki að elda? Nei, sko, eldhúsið eru hinn heilugu við móður minnar. Ég skil. Hún vildi aldrei fá okkur inn í eldhúsið Já, með sig ég og það skil. mjög áhugavert að vera Já. svona frábær kokkur eins og Já. mamma en að biðja okkur og kannski einhver smá verkefni að skera salat eða eitthvað eða leggja á borð en aldrei með henni í flæðinu, sko. Þetta hefur bara verið hennar jóga. Algjörlega og hún segir það sjálf, hún segir bara þar var bara hennar helgidómur, sko. Bara streymdi í gegnum hennar sköpunarkrafturinn í eldhúsinu, sko. Og tími með henni og bara svona hugleiðsla, sko. Þannig að ég hringi í Tótu. Já. Og ég fer til Tótu og fæ hjá henni að ég þurfti að elda fyrir ótrúlega lítinn pening og hún var búin að vera á næstu grösum að vinna þar. Já, einn af stofnendum fyrsta grænmetisstaðsins í Reykjavík. Einmitt, með Helgu Mogensen og fleirum. Og hérna, og þá hérna segir hún, komdu bara til mín, og ég kem með bók og skrifa og já en þessa bók. Og hún kenndi mér svona grunninn að öllum kássum, súpum og baka brauð af því að hún benti mér að ef þú baka brauð þá alltaf allir glaðir því það er svo góð lykt. Þannig ég baka alltaf brauðbollur og þá voru alltaf allir glaðir. Af því að brauðbolla og smjör sem bráðnar þá bara máltíðin, hún bara stórkostleg. Já, hún fullkomnu. Mér er svolítið gaman, Dóra. Þú hringir í Tótu til þess að fá ráð hjá henni. Ég tók að mér að elda jólamatinn alveg bara frá því ég var frekar ung. Yfirleitt vorum við nú í mat hjá ömmu, en það kom nú fyrir að það var fíla í fjölskyldinu og þá voru ég, pappa og mamma bara heima og þá voru góð ráð dýr af því að, þú veist, aldrei eldaði mamma veislumat, sko. Og þú hefur verið matgæðingur bara frá því þú fæddist? Ég bara náttúrulega elskaði góðan mat og náttúrulega átti 2 ömmur sem báðar voru alveg, sko, ótrúlega góði kokkar. Amma mín í Reykjavík, hún var svona, svona cosmopolitan kokkur. Og eldaði mikið, sko, upp úr dönsku blöðunum og svona meira svona kannski, já, svona, skulum við segja, svona kannski svona sofistikeraðri matur undir erlendum áhrifum, meðan að amma mín í sveitinni eldaði svona allan kvennaskólagenginn, eldaði allan svona íslenskan heimilismat og náttúrulega frábær bakari. En það voru svona 2 konar eldhús sem ég ólst við hjá þessum ömmum mínum. En ég man eftir í til dæmis ein jól að ég ákvað að ég hef örugglega verið svona 10 ára. Þá ákvað ég að elda purusteik. 10 ára, Steina, ok. Og sagði við pabba mömmu að ég myndi nú bara sjá jólamatinn vegna þess að ég vissi að, þú veist, annars yrði bara eitthvað hræðilegt í matinn. Og þau voru alveg til í þá og þau bara keyptu inn bara eftir mínum innkaupalista. Og svo man ég eftir því að ég hringdi í konu sem var gangavörður í Hvassaleitisskóla til þess að fá aðstoð með það hvernig ég hætti að steikja puruna, fá hana til að vera svona stökka og góða. Þá hafði ég sem sagt eitthvað borið þetta upp við gangavörðin í Hvassó, barnaskólanum sem ég var í, hvernig maður færi að þessu. Og hún gaf mér númerið og sagði, Steini mín, bara ef þú lendir í einhverjum vandræðum þá hringirðu. Þannig að ég var sem sagt á aðfangadag með hana bara á spítal, alltaf hlaupa fram úr eldhúsinu, þú veist, í snúrusíman og hringi hana og segja, nú er þetta svona og hvað ég þá að gera og þá sá hún, nú skaltu ausa vatninu yfir og eitthvað svona og kenna mér að setja lárviðarlauf í og negulnagla og gerði þetta. Og þetta var, sko, ég hef aldrei alveg getað eldað þessa purusteki jafn vel og þessi jól. Þetta hefur náttúrulega verið algjör sigurstund fyrir 10 ára barn. Nei, mér fannst það ekki. Mér fannst þetta alveg eðlilegt að gera þetta. Og pappa og mamma voru bara mjög ánægð með matinn. Pappi sérstaklega, ég meina mömmu fannst bara að matur ekkert góður. Pappi var alveg rosalega ánægður auðvitað. Og hafðirðu eitthvað samband við þessa konu áfram, þennan gangavörð? Var þetta eitthvað Nei, ég meina hún var bara gangavörð í skólanum. Því miður man ég ekki einu sinni hvað hún heitir lengur í dag. Því miður. Helga er eitthvað svona nafn sem að kemur upp núna en bara ég bara þakka henni fyrir núna og þá og hvar sem hún er niður komin. En þú hefur alltaf verið mjög mikið fyrir mat og ég man þegar við verðum kynnumst í Þjóðleikhúsinu þarna 10 og 11 ára, erum að leika saman í Óvitum. Óvitar voru barnaleikrit eftir Guðrúnu Helgadóttur, þar sem að börn léku fullorðna og fullorðnir léku börn og við Dóra lékum báðar mæður fullorðinna leikara sem voru að leika börnin okkar. Eigið þið buxur á þennan? Já, Dóra var mamma Sigurðar Skúlasonar og ég var mamma Þórunnar Magnu.
Og þar kynnumst við fyrst og við vorum 22 börn sem lékum í þessari sýningu og við vorum 3 settar saman í eitt herbergi en allar hinar stelpurnar í annað herbergi og Steina fékk ekki að vera með okkur 3 elstu sem voru með svona... Að því var árinu yngri. Að því varst árinu yngri, en ég var 11 og þær voru 12 ára. Ég man ég var ógeðslega móðgun, mér leið svo eins og ég væri út undan. Mér langaði svo að vera með ykkur í herberginu. Ég meina þú og Margrét Örnólfsdóttir, frænka þín og vinkona mín. Þið voru náttúrulega bara, ég hafði aldrei á ævinni kynnst jafn kúl manneskjum eins og ykkur 2. Takk fyrir það, en það sem ég man að þú gerðir, 10 ára gömul, því þú varst 10 og ég var 11, því langaði svo að fá að vera á herbergin hjá okkur, að þú komst með vínber sem þú keyptir niður í Vísi á sýningar. Til þess að gefa okkur, mér, Möggu Örn og svo Önnu Vigdísi. Ég var að reyna að kaupa vinskapið. Þú varst að kaupa vinskap okkar? Ég var að múta ykkur með vínberju. Já, þú varst að gera það. Já. Og við sáum nú í gegnum það, en ég man samt aðdáun mín... Var ég óþolandi? Nei, já, þú varst pingu óþolandi. Já, hvernig þá? Það bara, þú vildi... Og ég man ekkert eftir þessum tíma. Nei, þú vildi svo mikið vera með okkur. Já, ég skil. Svo desperat. Já, þú varst og þú varst að koma með vínber og koma með eitthvað. Ég man aðal eftir vínberjunum, af því að ég bara, fyrir mig var það bara hvernig datt henni í hug að ganga inn í verslun og kaupa eitthvað til að borða sem náttúrulega munaðarvara á þessum tíma. Þannig að þetta Ég náttúrulega prinsessi í álögum. Algjörlega, Og svo þarna klárum við bara óvita og heyrumst ekkert í 1 ár og svo byrjum við að hafa samband við hvora aðra aftur þarna eftir fermingu í kringum það. Þá man ég eftir ég kem til þín og þú stingur upp á að við förum saman út í sjoppu, ef við farum til sjoppu og kaupa okkur nammi og ég bara, hæ? Ég hafði bara keypt nammi fyrir saumaklúbb með vinkonum mínum. Ég hafði aldrei farið út í sjoppu og keypt mér kók, lakkrísur og Mars bara til að fara með það heim og hafa kósí. Já, ég skil. Þannig að ég læriði svona, þetta var fyrir mig bara... Ég hef verið að éta einhverja tilfinningar strax þá. Hvað, 12 ára? Nei, þú varst bara búin að gera þig grein fyrir að það væri hægt að búa til svona stemningu með mat. Ég var að panta mér bakættuna. Býtu, hvar ertu? Ég í Icelandair-vélinni. Hún að panta mér bakættuna. Það að fara að hita hana hjá mér, tekur smá stund. Í dag allt fullkomið. Icelandair. Horfðu á mig. Finnst þér ég ekki sæt? Jú, finnst þú mjög sæt. Veistu það, og ég sætari eftir ég fékk mér gleraugu, finnst mér. En ég held að sé eitthvað með að ég er svona búin að breyta ásýn minni. Þetta svona, þú ert svona dýrari típan af Halldóri þegar þú ert með gleraugun. Alveg, algjörlega, sko. Sjáðu gleraugun. Heyrðu, það rifjast við fyrir mig núna þú ert að tala um þetta óvita tímabil. Ég man að það kom í einhverja tískuverslunir, gallabuxur og röndóttir bolir. Og þið, Magga Örnólfs, keyptið ykkur alveg eins. Heyrðu, þetta var í versluninni... Hvað hét hún? Karnabær? Nei, Carmen eða Casino eða... Karnabær? Nei, ekki Karnabær, af því hún voru upp á Laugavegi og peysurnar voru röndóttar... Svona smá röndóttar, svona Hvar Valli peysur. Já, en samt bleik og fjólublátt. Já. Og gallabuxurnar eitthvað svona smá víðar. Já, svona smá útvíðar. Já. Þetta var alveg ótrúlega flott. Ég var of lítil til að passa í buxurnar. Já. Það var ekki til nógu litlar á mig, af því ég var náttúrulega minn en þið og árinu yngri og ég man að ég var alveg brjáluð yfir því að, þú veist, að finna ekki buxur í stærðinni. Það voru til svona svipaðar buxur en þær voru með hvítum saumum, ykkar voru með gulum saumum og það var náttúrulega, þú veist, var flottara. Já. En ég eignaði svona ból og ég man að þegar ég fékk bólinn þá fannst mér einhvern veginn tilveran bara, mér fannst ég vera fullkomnuð. Vá, ég vissi ekki þessu, en ég man ekki eftir þessum ból. Jú, þú veist, þið áttu bleikan og bláan, ég átti sko rauðan og appelsínugula. Já, þú fékkst ekki sama lit og við. Já, ég fékk mér ekki sama lit. Nei, ok.
Að ég meina þó ég væri náttúrulega augljóslega að herma, þá var ég samt greinilega líka að reyna að sýna smá sjálfstæði með að velja ekki sama litin. Eða kannski var hann bara ekki til í minni stærð og ég var að sætta mig við annan lit. Já. En þú gerði þetta. En við fengum laun fyrir að vera þarna í óvitum og ég keypti mér 10 gíra hjól því að Dóra Einars, hún var barnapían okkar og var, þú veist, Dóra Einars fatahönnur, hún var með búningana og svo náðum svo vel utan okkur krakkahópin og hún var fengin til þess að vera með okkur áfram og passa okkur á öllum sýningum. Hún bauð okkur heim til sín og lét okkur gista hjá sér. Hún var rosalega góð við okkur Dóra. Já, og hún átti 10 gíra hjól sem hún hafði keypt í Berlín og komið með til Íslands og fyrir mig var þetta bara eiga 10 gíra hjól, þannig að ég safnaði mér fyrir þarna í óvitum, safnaði ég mér fyrir 10 gíra hjóli. Svo hjólaði ég alltaf úr Fossvogi og niður í Þjóðleikhús og fór og hjólaði allt og í tónmenntaskólan og svona. Mig grunar að ég hafi eytt öllum laununum mínum úr óvitum bara í lakkrísrör. Já, ég held það nefnilega líka. Ég hef bara keypt svona 8.000 lakkrísrör. Já. Ég held það nefnilega líka, af því að þú áttir einhvern svona hugsa eins og ganginn í Vísi og kaupa vimbi, það hefði ekki hvarflað að mér. Ég átti þetta ekki í menginu, sko. Ég var náttúrulega bara, ég var líka svo mikið að vinna annað. Ég náttúrulega fór að vinna svo snemma. Ég var bara 9 ára þegar ég grenjaði út vinnu í blómabúð í Austurveri og svo, þú veist, einhvern veginn tróði ég mér í vinnu í Fálkanum sem var þarna í Austurveri líka og Guð minn almáttugur, ég seldi sko fleiri eintök af plötunni Union of the Snake með Duran Duran heldur en nokkur annar í Reykjavík og ég fekk sko sérstaklega viðurkenningu frá Fálkanum. Býttu, hvað sagðirðu við fólkið? Ég bara, það komst enginn inn eða út úr búðinni á þess að kaupa þessa plötu af mér. Ég bara... Varstu þá 9 ára? Nei, ég hef verið svona kannski 12-13 ára eða eitthvað. Elsa María, frænka Möggustínu var að vinna þarna og hún var svona ógeðslega flott ung pæja og netta kjafta við mig og svo fékk ég vinnu þarna með henni í jólafríinu einu sinni og ég mokaði út þessari plötu og við hlustuðum á þetta lag, hérna Union of the Snake með Duran Duran, sko frá morgni til kvölds, bara allan desembermánuð, sko. Hérna, Akkur þú varst allt í einu svona hugsi, hvað er þetta að hugsa? Af því nú fór ég að hugsa sko hvort að podcastið er að verða langt, af því að podcast mega aldrei vera löng. Nei, en sko Dóra, þessa bók geymiru, vegna þess að börnin þín, ef þau vantar brúðargjöf. Nei, ég á aðra sko. Já, en sko, ef að börnin... Á ég eiga 2? Já, auðvitað bara, þetta er brúðargjafabók. Já, einmitt. Þetta er gjafabók og ef að börnin þín er að fara í brúðkaup, þá getur þau til dæmis látið þau fá hana og þau geta gefið hana. Já, en það sem langar að segja hana Tótu, sem er svona manneskja sem ég man eftir frá því að Tóta hefur 100 sinnum bjargað lífi mínu bara frá því ég var unglingur sko. Já. Bara með því að sjá mig og bara, þú veist, hún hefur bara svo mikið innsæi inn í mannssálina og þú veist, oft þegar ég var ung kona og var í svona bastli og ein og eitthvað svona, þá bara, ég meina, hún hefur bara reynst mér alveg ótrúlega vel sko. A photographic record of a modern love story. Þetta er náttúrulega bara algjört æði, sko. Þessi bók er dásamleg. Já, ég veit það. Hún er alveg dásamleg, sko. Nei, þú geymir þessa bók. Það er alveg harða ákveðið, Dóra. Já. Já. Hversu góð ert þú í því að vera góð við sjálfa þig og hvernig ert þú góð við sjálfa þig? Heyrðu, ég myndi segja að þetta sé nú aðal áskorunin síðustu árin að þess að skilgreina þetta. Ég er mjög góð við sjálfa mig þetta með að fara í líkamsrækt 3 til 4 sinnum í viku. Já, og þú ert búin að gera þetta alveg síðan þú byrjaðir hérna í Bubba, manstu, þú þurftir að koma þér í svona brjálæðislega gott form. Já, ég var sem betur við byrjuð aðeins áður, af því að þegar ég fór að vinna inn í Listaháskóla, þá allt í einu hætti ég að vera í leikhúsinu á fæti alla daga, því að þegar maður er í leikhúsinu er maður alltaf að hreyfa sig. Og þá fór ég skrifstofustörf og ég náttúrulega þyngdist rosalega og ég bara fann að allt var þungt og ég var sérst í Listaháskólanum hálft árið og svo fór ég inn í leikhúsið eftir áramót og þá fann ég bara að ég var ekki eins lifandi, líkaminn var ekki eins lifandi og þá byrjaði ég í líkamsrækt og fékk mér einkaþjálfun af því ég varð að eiga stefnumót við einhvern, annars myndi ég ekki mæta, mér finnst það svo erfitt og mér finnst þú svo öguð.
Þegar ég tek ákvörðun þá verð ég öguð en þetta tók mig alveg 3 mánuði að gera þetta ryþma en ég ákvað svona eins og því ég hætti að reykja að ég skildi aldrei aftur hætta í líkamsrækt af því að þarna var ég 50 og ég vissi bara að það væri allt niður á við með líkamann eftir þetta og eina leiðin til þess að halda mér væri að ástunda og gefa mér það. Einmitt. Og það er auðvitað sjálfsást. Já, það er sjálfsást. En ég segi en þegar þú fitnaðir þarna? Já, það gerðist svo í COVID. Já, þú sagðir að þér fundist allt verið erfiðara. Já. En varstu óánægð með sjálfa þig þegar þú fitnaðir? Já, þá bara hætti maður að komast í fötin sín og einhverjar blússur sem áður voru sem héngu aðeins á manni, allt í einu bara stendur maginn út í þar og svona. Þú veist, það er ekki gaman að fara í, það er rosa leiðilegt þegar helmingurinn af fataskapnum þínum horfir bara á þig. Vá, hvað þetta er flott orðað hjá þér. Já, það er þannig. Hann starir á þig, bara ónotaður. Já, og er bara... Og svona vanræktur. Já, og það er á hverju, þú opnar hann á hverjum degi og þá eru þessar flíkur sem að voru einhver tíma fallegar á þér, bara eru það ekki lengur. Ég mitt vinkona mín daginn, hún þyngdist svolítið, alveg 6 kíló eitthvað svona og þá fór ég gegnum þetta með hana af því að það er náttúrulega mikið sjálfshattur í konum með varandi þyngdina og þyngjast og stækka og allskyns, það er allavega í laginu. Ég og hún voru saman og hún ætti bara að selja þessi föt sem voru of lítil á hana, bara strax. Já. Þannig að þau væri ekki bara þarna. Já, þetta er nú bara samt 6 kíló, vill hún ekkert bara, nei, ég meina, hún nennir ekki nei, ég meina, jú, en þá kaupir hún sér bara ný föt. Já, meinar. Akkur að láta föt glápa á þig, þú veist, árum saman, í staðan fyrir bara, farðu bara og fáðu þér bás í hérna verslunahöllinni eða eitthvað, seldu þau. Og bara endurnýja þau. Já, og svo bara ef þú grennist, einhver tíman, þá ferðu bara og færði ný föt sem er reyndar rosa gaman alltaf þegar maður grennist, þá langar maður alltaf í ný föt. Já, það er reyndar alveg rétt, sko. En ég dáist alveg að þér hvað þú, sko, ég sko borga alltaf árskort í líkamsrækt en mæti lítið. Já. Ég tek svona sirpur, sko, og er dugleg að mæta, en aðalega er ég bara að styrkja þá sem reka líkamsræktarstöðvar. Já, þú ert eina þeim. Já, sem er náttúrulega ekki dólega gott. Hins vegar náttúrulega, eftir að við kynntumst jógakennaranum okkar, henni Netu, sko hún er algjörlega búin að breyta lífi mínu. Já, hún er náttúrulega bæði, það er náttúrulega stefnumót við mannesku sem þið finnst gaman að hitta. Já, bara í bæði sko er hún svo, hún er svo ótrúlega áhugasöm að kenna manni og kenna manni sko að njóta þess, að reyna á líkamann. Þetta er alveg bara, einhvern veginn verið alveg hugvíkandi fyrir mig að komast í tímana hjá henni. Og svo elska ég að tímanir eru bara hálftími hjá henni. Já, ég veit það. Við Dóra erum saman í leikfimi 2 í viku og ég skýrði þessa tíma. Þeir heita Hot or Die. Já. Og sem sagt, þetta eru bara svona styrtaræfingar og við hittumst nokkrar konur og við getum kannski sagt ykkur seinna frá því vegna þess að bráðum verður þetta bara öllum opið. Hún er bara svona að starta, nýflutt til Íslands og svona, þetta er vinkona okkar frá Bandaríkjunum. En sko þetta eru stórkostlegi tímar, hálftími og maður bara reynir ótrúlega á sig og maður kemur út einhvern veginn, veistu þá, ég er ekki frá því Dóra, að ég var nefnilega á góðri leið með að vera komin með það sem að börnin mín kalla gömlu kallarass. Ég ætla ekki að fara út í það nánar hvað það er, en mér sýnist sko... Að þú komið svona meiri kúlurass? Já, þetta er bara stendur allt til bóta. Ég er sammála því að þetta er algjört rugl að maður geti ekki sko tónað sig og komist í betra form eftir 50, sko. Maður er bara lengur að því. Þetta er maður lengur, þetta er náttúrulega rosalega ósanngjarnt. En ég ætla aldrei að hætta. Það er það sem að, þú veist, ég ákvað þarna þegar ég var 50 og mér finnst það sorgarferli eins og því ég hætti að reykja. Og hérna, að horfast í augu það að ég þarf alltaf að mæta í líkamsrækt þar sem eftir er ævi minnar og að því að hugmyndin það er ömurleg. Að því að í rauninni er það ekki sko, en núna að því ég er búin að gera þetta svo lengi, nú er þetta alveg rútína, þú veist, og ég bara fer á fætur í gallan, út úr húsi og það skiptir mig máli að vakna á sama tíma, gera þetta á sama tíma. Ég er svona, eins og ég sagði þér ekki daginn að ég fór í svona áhugasviðspróf í menntaskóla og ég kom út sterkast sem óbreyttur hermaður.
Hvers konar próf var þetta? Ég fór í svona áhugasviðspróf hvað ég ætti að verða þegar ég yrði stór. Ég hef oft sagt frá þessu sko. Já. En þá var... Þú hefur aldrei sagt mér, af hverju segir þú mér aldrei neitt? Ég var náttúrulega... Gerir þú bara ráð fyrir ég viti allt? Já, ég gerir ráð fyrir að þú lesir að þú osmósir það sem gerist innan Já, ok. En ég skoraði hátt sem læknir og leikkona og óbreyttur hermaður. Ok. Og ég var náttúrulega mjög ósátt við það, því að þetta hefði ég viljað vera hersöðingi eða eitthvað svona, þú veist. Já, aðmírall. Já, aðmírall, eitthvað svoleiðis. Nei. Innræðisherra. En það óbreytti hermaðurinn sem að fer fram úr og fer í ræktina. Já, en Dóra, þetta samt sko að vera óbreyttur hermaður. Að skilja hvað heildin þarf og þú tilbúin að vinna. Já, og geta starfað í hópi með öðrum, þannig að þetta náttúrulega bara mjög góður eiginleiki. Nei, ég meina að það mjög gott fyrir leikkonu að vera með eiginleika óbreytts hermanns. Já. Þjónustufulltrúi sem ég hef á ævi minni hitt í banka var í Íslandsbanka. Já. Hún hét Þuríður og ég var sem sagt í Íslandsbanka þegar ég var mjög ung og hún bara tók mig í gegn. Hún bara var svona eins og fjármála móðir mín. Já. Það gerði þjónusta. Og ég lék þjónustufulltrúa fyrir Íslandsbanka fyrir rúmlega 20 árum síðan í auglýsingum og hún hét Jóhanna. Ég sagði ég vil hún heiti Jóhanna eins og Jóhanna af Örk. Þú veist, einhver sem bara í fararbroddi og hjálpar þér að sjá ljósið í kringu þig. En ennþá svona persónuleg þjónusta í Íslandsbanka? Það alltaf, ég meina, náttúrulega allt komið á netið, þú veist, bara eins og heimurinn en það einstaklingsþjónusta. Þú nærðu þetta í gegnum, þú veist, hvað heitir þetta, síma, verin og allt svoleiðis. Og svo eitthvað svo fín ára yfir í Íslandsbanka, allt þetta marathon og svona. Ég náttúrulega tók þátt í því, ég var líka svona marathonmæður. Viltu að ég fara að draga fram mína bók eða? Já, en þú hefur rosa stuttan tíma. Já, ég skal bara rosalega fljót. Af því við byrjuðum á því að tala líkamsrækt. Já. Og ég svona, dálítið svona forn í mér. Já. Þá kom ég með bók sem að þú getur haft gaman af. Íþróttir fornmanna á Norðurlöndum. Já. Já. Hvar fannstu þessa? Heyrðu, þessi var í fórum foreldra minna. Og eftir Björn Bjarnason, doktor Fíl, hann var frá Viðfirði og hér verið að tala sko alls konar íþróttir sem voru stundaðar til forna og til dæmis var ég að veltaði fyrir mér því að þú hefur nú lagt ýmislegt fyrir þig og ert dugleg í ræktinni að þá eru hérna til dæmis ansi góðar lýsingar á glímu ef þú hefur áhuga á því að kynna þér það. Og líka eitthvað sem heitir sko knattleikur sem samt ekki fótbolti heldur svona einhvers konar leikur sem að mér sýnist nú vera meira svona eins og hvað heitir leikurinn þegar fólk með svona prik og slær bolta? Já, það hann meira á Englandi. Já, hvað heitir leikurinn? Það heitir kannski póló. Nei, heitir ekki... Meinarðu eins og kíló eða slábolti? Já, slábolti, einhvers konar slábolti. Og það mjög skemmtilegar myndir hérna svona af svona lítklæddum mönnum í svona uppreimuðum... Hér bolti, hér prik og hér maður að henda öðru manni upp í loft. Já, nákvæmlega sko. Þannig að... Þannig að þetta virðist vera mjög skemmtilegt. Já, sko, hérna til dæmis kaflum það að brattgengni að klífa og ganga í björg og þú gætir til dæmis kynnt þér þetta. Viltu lesa eitthvað upp? Já, sko, nú ætlum ég aðeins að lesa fyrir þig hérna glímuna. Já. Lausatök eru það nú kölluð þegar viðureignin af handahófi og hver beitir þeim tökum og tilræðum best verður viðkomið í svipinn. Í fornmáli var það nefnt ýmsum nöfnum svo sem eins og sviftingar, riskingar, hnikkingar og svo framvegis. Þar til má telja axlatök sem svo eru nefnt nú á dögum, tveir menn gengust að öndverðir, tóku tökum hvor í annars axlir og leituðust við að svifla eða hnykkja hvor öðrum af fótunum. Og þá eigi síður þann atgang tveir eða fleiri réðust á einn.
Þannig segir Saxi til dæmis frá því Eirík konung Eygóða að hann fékkst sitjandi við 2 fullelda menn og batt að lokum hendur þeirra á bakaftur. Í glímuleik á Hegranessþingi annars fór reglulega fram, ráðast 2 menn á móti, nú er ég alveg búin að missa. Já, ég fór bara eitthvað að hugsa eitthvað annað. Veistu það, viltu vita eitthvað hryggspenning? Nei. Nei, það hlýtur að vera eitthvað svona með því að taka miðjun á honum og reyna að... Hryggspenning var eins og enn í dag með þeim hætti að 2 menn tóku hvor utan annan og spenntu saman höndum spjaldhrygginn þannig að þumal knúinn á þeirri hendinni undir var vissi inn í bakið á mótstöðumanninum. Í bara það, pældi hvað þetta vont að fá þumalfingurinn svona inn. En ertu til að koma með pendúlun? Vegna þess að ég veit ekki af hverju ég geymdi hana. Ég nefnilega þegar ég var að fara í gegnum bókasafnið þá ákvað ég að geyma þessa. Ég tel óvíst að ég fari að lesa mikið íþróttir fornmanna, eða hvað heldur þú? Mér finnst það mjög ólíklegt. Er það ekki? Jú. Á steina að hendinni. Já, komdu. Nú skal setja pendúlinn fyrir ofan bókina. Á steina að henda bókinni íþróttir fornmanna á Norðurlöndum. Nei. Ha? Býtu, það lítur að koma í ljós einhvern tímann síðar af hverju ég á að eiga hana. Á steina að geyma bókina. Já. Nú er ég hissa. Ég bara... Hann vildi að við losum okkur við allskyns bækur sem okkur langar að eiga. En ég á að geyma þessa bók. Já, hérna. Ég á ekki orðið hennar pendúl. Já, ekki. Nei, ég segi það með þér, Heyrðu, ókei, þá verður það bara þannig. Það kemur... En hvar heldur þú vilji geyma hana? Ég er náttúrulega bara í íónum. Í íónum? Já. Hvað eru íur? Í íónum. Bara, raðar þú ekki bókum í Star Wars? Ég fer ekki að setja íþróttir... Í íónum. Raðar bókum í Star Wars? Nei, ég er að stríða þér. En finnst þér eðlilegt bók sem byrjar á í, til dæmis að vera bara í bókum sem byrja á a? Nei, en þessi bók gæti verið með gömlum snjáðum bókum. Gömlum snjáðum bókum. Já, að þú lítur út eins og... Já, hún er náttúrulega gömul og snjáð, En þú hefur raðað bókum eftir litum? Það var reyndar hugmynd næstelstu stelpuna minnar, einu sinni, að raða eftir litum. Já. Og það var alveg bara heilhilla græn og heilhilla rauð og heilhilla svört og svo framvegis. Þetta var til þess að það var aldrei hægt að finna nokkra einustu bók. Nei. Þetta er ekki sniðug leið, Þetta er svona útlitslega svolítið skemmtilegt í smá tíma. En maður geti alveg bara skorið kjölinn á bókunum og búið til dekorasjón. Þetta er eiginlega bara eins og mósaík. Já, eiginlega, Þetta er eitthvað annað en bókmenntir, þetta er eiginlega orðið eins og efniviður í Já, svona einhver skreytilist, Já, einmitt skreytilist. Og nei, ég bara eftir þeim var raðað í lit, þá fann ég aldrei bók sem ég vantaði. Nei. Aldrei. Nei. Að því að maður raða bókum á áhugaverðan hátt heima hjá sér. Já. Þú veist, eitthvað svona inntak, þessi á verið Ertu með bók á náttborðinu? Núna er ein bók á náttborðinu hjá mér sem er Breaking the Circle of Life and Death. Bók sem að ég var látin kaupa þegar ég var hérna í Költinu þegar ég var 30 og ég las aldrei og mér langar svo komið hann einhvern tíðan hingað en ég vil vera búin að lesa hana áður en ég kemur hana hingað. Og ég er aðeins byrja að lesa hana. Og það er svolítið gaman, ég náttúrulega las hann ekki þá að því ég botnaði ekkert í henni. Nei. En núna skil ég hana betur. Þóttustu botni í henni þá? Nei, ég bara las hann ekkert. Já, ég skil. Þú veist, en ég botnaði, það var margt sem ég botnaði ekkert í þessu Költi eins og þegar Matrix myndin kom og þau voru öll bara alveg blown away, blá og rauðu pilluna, ég skildi ekkert í þessu. Það var eitthvað sem að varð ekki, það mynd gerðist ekki inn í mér. Nei, einmitt. Þetta með valið. Já, einmitt. Það var eins og ég bara hefði ekki þroska samt í 30 þarna. Ég hafði ekki þroska til að skilja
þetta með Val, ég skildi ekki myndina. Val hvers og eins? Já, mér varst rosa gaman á Matrix, Já. en ég skildi hann ekki. Nei. Já, Mér finnst þetta fyndið með margt, þú veist að fólk tala við mann eins og maður skilji eitthvað, en maður bara skilur það ekkert. Nei, fyrir mér var Matrix ekkert djúp heimspekileg mynd, sko. Ég man að mér varst bara gaman. Já, mér fannst bara gaman. Og hann hvað heitir hann, Keanu Reeves. Já. Mér fannst hann rosa sætur. Já, mér fannst hann ekki nefnilega einu sinni sætur. Nei. Og hefur aldrei fundist Við höfum alltaf haft rosalega ólíkan smekk á kallmannum. Það er svo heppilegt. Já. Þú veist. Er einhver maður sem við höfum báðir orðið frægur sem okkur finnst báðum sætur? Rutger Hauer. Rutger Hauer. Já, hollenski. Já, okkur fannst hann báðum sætur. Já. Þar sameinast smekkur okkar í Rutger Hauer. Í Rutger Hauer. Ég var náttúrulega svo skutin í honum þegar við vorum unglingar. Manstu eftir hvað mér fannst hann mikið æði. Já. Og Hitcher. Ég þráði ekkert meira heldur en að verða fórnarlambans eftir ég sá hérna Hitcher, það sem hann lék. Hver var Hitcher? Hann lék í myndinni Hitcher, það sem hann lék mannin sem að húkkaði far og drap alla sem hann kom upp í bílina hjá. Hann var aðalhlutverkið í þeirri mynd og ég man að ég var svona fylltist svona ég bara, þú veist, mér langaði til að verða fórnarlamb þessa fjöldamorðingja því að mér varst hann svo sætur. Svo las ég eitthvað viðtal eða einhvers dag komst ég og snúður það að hann, harðfullorðinn maðurinn, leikarinn, svæfi með bangsa. Þá var það búið. Þá dó eitthvað. Það bara dó eitthvað inn í mér. Já. Og ég sagði bara, nei, að hætti að vera skotinn í hóðum. Svaf með bangsa? Akkur ætla hann svo með bangsa? Hann svaf með bangsa, ég held að hann sé dáinn. Já, hann svaf með bangsa. Já. Myndin sem að ég hefði viljað horfa á. Blade Runner? Nei, ég er að myndina Fálkinn og dúfan eða eitthvað. Eða hún breyttist í fálka á daginn og hann breyttist í úlf á nóttunni. Það var Michelle Pfeiffer og hann. Já, ég hafði ekkert gaman að því. Nei, ég hafði gaman að því. Þau náðu aldrei saman. Það var svona eitthvað sem að ég tengdi við, að vera skotin í einhverjum og þið náðu aldrei saman. Hafðirðu gaman að ævintýrum þegar þú varst lítil? Já, ég hafði gaman að ævintýrum og ég las mikið með það voru ævintýri. En svo leið að ég var unglingur og átti að lesa erfiðari bókmenntir. Þú veist aðeins flóknar eins og Turninn á heimsenda þegar mamma rétti mér hana og þið voru allar að lesa Glæp og refsingu og allt þetta, þú veist, Dostojevskí og svona. Þá hætti ég. Ég réði ekki við það. Ég er mjög seinþroska. Þú veist, ég bara náði ekki svona mörgum orðum og ég bara náði ekki að halda mér inn í. Nei, það darst ekki inn í söguna. Nei, en ævintýrabækurnar, svo kom Ilmurinn og hún er svona ævintýrabók. Já, þú veist, ég gæti lesið hana og þá las ég hana bara þupp. Hvað voru við gamlar þegar Ilmurinn kom út? 17, held ég. Af því ég man að við bjöggum á Lindagötu og hún kom inn í húsið og ég byrjaði að lesa hana og ég hætti ekki að lesa fyrr en ég var búin með hana. Hún situr alveg í manni, sko, þegar ég fer að hugsa um hana þá bara svona rifjast upp svona moment í þeirri bók. Mikið var hún mögnuð. Hún var mikið af því að hún fór inn í svo mikla töfra heima. Þú veist, að elta lyktina í honum. Þessi bók leiddi mann inn í svona tilfinninga, sensualitet og myrkur. Rosalegt myrkur. Já, rosalegt myrkur en hugsaðir að skrifa heila bók lykt. Já. Og þú veist, einhvern veginn hann bara tók yfir ímyndunaraflið og ég man að manni fannst maður finna stundum lyktina þegar maður var að lesa bókina. Það var eiginlega algjör galdur. Já. Og svo veit ég ekki, held að ekkert af börnunum mínum hafa lesað hana. Þannig að það var eiginlega gaman að vita ef að ung manneskja myndi lesa hana í dag, hvernig þeim fyndist hún. Já. Heyrðu, en þú átt að eiga þessa bók? Ég þarf að eiga áfram Íþróttir fornmanna. Ég ætla hins vegar að segja bara, þú veist, ef einhvern vil fá hana að lána það, ef það er einhverju fornmenn, eða fornkonur í hugsun, sem hafa áhuga á þessari bók, þá bara bara velkomið að hafa sambandi með og fá hana að lána það. Eða að þú ert að geyma hana fyrir þessa mannesku sem er að hlusta núna. Já, og hún kemur út árið 1950. Hvorki meira en minna. Ok, ég ætla að segja eitt með hérna bókina She is my sweetheart hana Tótu Sveins sem að Tommi bjó til. Hérna, ég ætlaði aldrei, það hvarflaði aldrei að mér að mig langaði að hendinni. Ég veit það. En ég vildi tala um hana, þessa bók. Ok. Heyrðu, býta aðeins, nú er saga doktor Björns Bjarnasonar frá Viðfirði, sem er sá sem skrifar þessa bók, er harmsaga. Hún er saga hæfileikamanns, ólst upp í afskekktri sveit, braust til hinna æðstu mennta og hlaut mikinn frama og ágætan orðstýr á þeim vígstöðum. Leysti allt vel af hendi hann fékkst við,
en var af miskunnarlausum örlögum hrifinn burt frá störfum á besta aldurskeiði og hné í valinn sömu mundir og hann hóf að vinna það verk sem ætla mætti að orðið hefði aðalstarf hans, ef honum hefði orðið langra lífdaga auðið. Verk sem hann var manna best fallinn til og vafalaust hefði orðið fræðigrein hans og íslenskri menningu til hinna mestu nytja. Ókei. Herri, nú ég allt í einu, nú verðum við að fara að hætta því nú ég komið með áhuga á þessari bók, Dóra. Já, nú skilur við. Já, nú langar mig að vita aðeins meira hennan mann. Herri, veistu það, ég get ekki haldið áfram með þetta podcast, nú ætla ég bara að fara að lesa. Þá ætla ég að segja bara, kæru hlustendur og Já. samferða fólk, við þakkum okkur kærlega fyrir. Ég ætla að nota hristuna til þess að fara í Underworld og svo hrist ég mig aftur tilbaka. Kláraðirðu smúðíinn? Já, hann náttúrulega Finnst þér geggjaður. ekki eins og þú sért svona mjög holla innan? Jú, Já. og ég þarf ekki að borða hádegismat af því Geggjað. að hann svo öflugur. Ok, ég ætla að fara í neðri heima. Kom tilbaka. Takk í dag. Bye.